Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesú nafni. Amen. Ég les dæmisögu Jesú að fyrirgefa algjörlega og ræðu hans samfélagið í 18. kafla Mattheusar Guðspjalls. Þá gekk Pétur til hans og spurði: Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig? Svo sem 7 sinnum? Jesús svaraði: Ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Því líkt himnaríki og konung sem vildi láta þjón sinn gera skil. Hann hóf reikniskilinn og var færður til hans maður skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skyldi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til að lúkningar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði: Haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi í brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði: Borgaðu það sem þú skuldar. Samþjónn hans féll þá til fóta honum og bað hann: Haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi það ekki. Heldur fór og lét varpa honum í fangelsi hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þau mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungurinn kallar þá þjóninn fyrir sig og segir við hann: Illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungurinn var reiður og afhendi hann böðlunum hann hafði goldið allt sem hann skuldað honum. Þannig mun á Faðir minn himneskur gera við ykkur, nema þið fyrirgefið af hjarta hvert öðru. Ætli yrði bankahrun ef allir bankamenn landsins læsu þessa sögu sem sitt fyrsta verk í vinnunni. Sumum finnst kannski sagan dálítið krassandi, en Jesús hafði eflaust tekið dæmið af bankastjóranum, millistjórnandanum og gjaldkeranum ef hann hefði verið uppi á okkar tímum. Millistjórnandinn hefði fengið milljarð að láni sem hann gat ekki borgað, en gjaldkerinn 5.000 krónur. Þannig sagan. Jesús að tala að fyrirgefa þeim sem gera á móti okkur. Guð hefur fyrirgefið okkur skuld okkar við hann. Þess vegna á fyrirgefningin að halda áfram eins og lifandi lækur manna á milli. Eins og við biðjum í Faðir vorinu. Það læknandi máttur í fyrirgefningunni. Hér ekki tækifærið til að fara í allar myndir fyrirgefningarinnar. Það ekki verið að tala undirlægjahátt og að láta kúga sig með ofbeldi. Grunnur fyrirgefningar Guðs að reisa fólk upp til virðingar ef sjálfstraustið hefur brotnað og sjálfsvirðingin. Leyndardómur sögunar að taka við fyrirgefningu Guðs með þökk og lifa hana í samfélaginu. Bæði í kirkjunni og almennt. Það gefur forsendur til að losa, leysa og frelsa frá reiði, hatri og illvirkjum. Samfélag fyrirgefningar ein mynd af Guðs ríki þar sem nýtt upphaf verður mögulegt. Þar sem örlæti Guðs látið ráða ferðin en ekki hagnaður. Velferð í mannlegu samfélagi byggist á örlæti. Ég fer með 4. erindið í bæn minni fyrirgefninguna, bæn lærisveinsins. Skulum biðja saman. Faðir vor, fagna ég, leið þú mig lífsins veg.
Söfnuður syngur þér einum dýrð eins og ber. Kærleikur Krists náð, örlæti, engu háð. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgið þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góðan dag.